Já, hæ Steinkeit. Nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur varðandi ástina og svona já, hvað er og hvað er í gangi í ykkar ævintýri svona næstunni. Já, stóð allt í núna eitthvað í mér sko. En já, ég ætla að fá hérna fyrst Angel Number fyrir ykkur. Þið bara googlið hérna Angel Number meaning, googlið eitthvað, sjá hvað kemur fyrir ykkur. Og þið fá 3, 2, 1. Og næstu eins og 1, 2, 3. Það getur verið ykkur 32, 23, 33, 24, eitthvað samt við 3. mars. Getur verið 7. júní. 1. maí eitthvað. En já, skulum bara sjá hvað kemur í okkur hérna. Ég var nokkað að lesa þetta hérna líka fyrir okkur. Open mind. Replace the old cycle with a new and exciting one. Og það sem ég finnst hérna að Steinkita, þá það er svona eitthvað nýtt að gerast og kannski mikið að gerast. Það er eins og hugarfarsbreyting á ykkur, það er svona, það er reyndar kannski svo mikið að gerast hjá ykkur, það er bara svona, takið allir svona með bara opnum örmum og eitthvað fleiri sko. Svo sá ég hérna líka að þið eru meðan Albert Einstein hérna sko. Að lesa hérna hann. Objects in a mirror are closer than they appear. The distance between the two objects are always relative. The simplest things are sometimes the most complex. Og það sem ég fæ hérna á þessu spili hérna er bara svolítið þannig að þið eru svolítið að svona kalkulita og svona reikna út og reyna að finna leiðir og eru bara svona svolítið búin að vera í þessu eða er að svona detti í þetta svona að plana, skipuleggja og það er bara svolítið svona kannski búið að vera svolítið mikið að vera varandi það. Það getur verið eitthvað sem heitir kannski Albert. Já, maður veit ekki. Hvað með þetta Albert Einstein. En þetta er nú samt eldri maður, hérna með yfirvaraskegg sko. Gæti verið náttúrulega einhver old fashion kannski, en aldrei okkur. Ég veit ekki. En já, við skulum sjá hvað kemur inn í hjartaspilunum. Hvað er komið ástinni á Steinkitinni. Og líka mér finnst eins og líka að það sé verið mikið að skrifa hvað niður og eitthvað fleiri sko. Og kannski þessi manneskja sem er í eitthvað einindi er svolítið kannski að vinna við það og gæti verið kannski kennari eða svona, já, eitthvað skipuleggjari eða eitthvað fleiri sko. Eða þá þetta eru bara kannski þeir. Þetta er eitthvað svona, eitthvað tengt skóla eða eitthvað fleiri. En já, skulum við fá hérna meira.
fyrir steingitina. Það bara að fá 1. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Langar að taka... Nei, ég ætla að hafa 1 viðbót hérna fyrir steingitina. Það komið í ástinni. Það 1 spil fyrir að... Ég ætla að segja 1 spil fyrir ástina. 1 spil fyrir steingitina. Romance, Cupid Sour Strikes. Það eitthvað hérna... Ef það ekki í eitthvað lífið þá mikil svona ástar... Vera að tala mikið ástina og mikið svona... Það eins og bara, já, getur verið eitthvað sem bara mjög skotin í þér líka. Svo kemur þetta new beginning, a new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately. Það svolítið svona bara eins og new chapter, nýr kafli. Það svona góða breytingar sem að gerast hjá þér. Það kom inn. Ef við skulum fá þetta meira. Þetta hérna minnum við svolítið svona sjálfsást og það hérna svona eitthvað par þetta saman. Þau náu rosalega vel saman. Það getur verið að þú stengið sérst meira opnar fyrir bara svona svo mörgu í kringu heldur en kannski þú varst kannski eitthvað búin að loka af en og það það sem sjálfsástin að elska sjálfa sig og þegar maður elskar sjálfa sig þá finnur maður ástina. Ernest Hemingway. Treasure those seconds when you felt your heart beating. Don't allow any tourist into your own private Paris. To love someone and mean it is a rare and valuable thing. Nú kemur eitthvað skeggjaða kall, hann var líka með grátt sko. Ég veit ekki hvað. En já, það alltaf eitthvað svona sem að skrifa og eitthvað. Gæti verið kannski eitthvað sem á að gefa sér líka. Já, en það einhver hérna í kringu það sem mikið að plana og það hefur mikið á að gera eitthvað meira og það svolítið svona fantasíur og svona og alls konar svona eitthvað og svona mikið passion og mikið svona já, mikil ástríða sem hérna í kringu hjá okkur. Við fá okkur meira. Við komum okkur hér eða ég eitthvað energy hjá steingitinni. Hér komum okkur hvað eitthvað fyrir steingitina.
Swords. Gæti verið búin að vera eitthvað svona erfiðleika með samskipti hjá okkur. Að tjá sig. En það er eins og það sé alltaf breytast. King of Cups hérna. Og það er fiskur, sportdrykkja og krabbi. Þetta sé sterkt fiskamarki hérna samt sko. Queen of Cups og King of Cups. Og Ten of Cups. Nei, Ten of Pentacles. Það er eitthvað samt í október, það getur verið eitthvað október sem að mér finnst eins og að eitthvað kæmi inn í október. Það er svona verið að level up, það getur verið að staðfesta eða gera eitthvað. Þetta er parið sko. Skrifa undir samning. Eitthvað samt í október sem að vera svona eitthvað að spá. Og það gæti náttúrulega verið líka eitthvað samt í júni, júlí sko. Knight of Staves. Það er eins og að þú þurfir svolítið að stoppa kannski þessa manneskju af, kannski þessi manneskja sem er svona í kringu þig er svolítið brálát og vill að hlutirnir séu svona hinsegin eða eitthvað slíkt sko. Og það er eins og þú fyrir að hafa að vinna meira fyrir hlutunum heldur en hinn aðalinn eða eitthvað slíkt. Það er eitthvað svona þannig, þú þarft að stoppa, ég bara, þú veist, er að horfa á þessa myndina, sko, hérna. Það heldur í þig. Kannski er það einhver sem vill ekki sleppa þér, gæti alveg verið eitthvað svoleiðis, sko. Sé eitthvað svoleiðis í gangi. Það gæti það svona að verið, mér finnst þetta eins og sein manneskja að þetta gæti líka að verið að þurfa að taka ákvörðun og geti verið eitthvað annað líka sem kemur inn sem þurfa svona að ákveða eitthvað. Já, skulum bara fá þetta meira fyrir yfir steingetina. Sappor. Þetta er eitthvað svona samt að vera svona eitthvað svona gríst, eða gríst eða eitthvað slíkt sko. Gæti verið að þið finnist eins og sé eitthvað annað í spilinu. Eða eitthvað samt að svona ávart. Já. Það er ekkert endur að vera sko. En þú ert svona samt svona að vera að bíða eftir, þú veist að já, ég finn eitthvað á mér eða eitthvað sko. Nú skulum sjá hvað kemur meira fyrir steingetina. Two of Pentacles.
Five of Pentacles, Three of Pentacles, gæti verið síðan febrúar eða svona, já, núna kannski bara maí eða eitthvað. Já, það er sem þetta plan og vera að sjá svona fram í tíman og það er svona að reyna að vinna úr hlutinu þannig að allt gangi upp, myndi ég segja. Hérna búa maður líka hérna, neitt með steingeit. Hierophant, ég held að það sé nautið. Það gæti verið eitthvað þurfa að fara svona frá eða fara eitthvað og það er eitthvað svona, já, samt í vinnu og eitthvað lýsa eitthvað plana og það er eitthvað svona sem að gæti verið eitthvað í, já, eitthvað plansamt vinna að svona þurfa að fara eða gengur ekki upp eða eitthvað hljóð sko. Ekki eins og planið var. En svo í júní þá sérðu betur hlutina ganga upp og það smellur allt saman. Það er alveg eitthvað samt 7. júní. Það er alveg sterkt eitthvað samt í júní. Kannski 27. júní líka. Þá sérðu árangurinn. En það er eins og að núna ertu í ykkur svona að ströggli að koma svona jafnvægi á þar sem þú ert núna og það er eitthvað fyrir sko. Eða þá þessi manneskja. Gæti verið sko. En ég ætla að láta þetta bara duga fyrir ykkur stengið. Bye.